Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla tvíkosta aðkvæðisgreiningu í tölfræðifrágrunni og ætlum að fjalla líkur í tvíkosta aðkvæðisgreiningu. Þegar við vorum að meta tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkön þá fengum við mat á gagnlíkindunum á því að hljóta jákvæða útkomu en ekki líkurnar á því að fá jákvæða útkomu. Það þó ekkert vandamál vegna þess að með algebru þá getum við reiknað mat á líkum í staðinn fyrir að reikna mati á gagnlíkindunum. Og skoðum sem dæmi þegar við vorum með tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkanið fyrir samfellda skýribreytum. Þá vorum við á vinstri hlið logran á gagnlíkindunum á því að hljóta jákvæða útkomu á mati á því og hægri hlið vorum við metnu stuðlana beta 0 og beta 1. Og ef við ætlum að reikna gagnlíkindann fyrir einhver tiltekið gildi á skýribreytunni, þá stingum við bara því gildi hérna inn. Ef við setjum báðar hliðarnar í veldið á E, þá verður hérna eftir gagnlíkindann á vinstri hlið, en hægra megin erum við búin að setja þessa stæðu hér í veldið á E. Héðan frá getum við núna margfalda báðar hliðar með þessum hérna nefnara. Það verður bara eftir matið á líkunum vinstra megin, en hér hægra megin erum við þá með þessa stæðu hér sinnum 1 mínus þessa stæðu hér sinnum p hattur. Hérna viljum við færa þessa hérna, við viljum leggja p hatt sinnum þessa stæðu við báðar hliðar, þannig að hér vinstra megin erum við þá með p hatt pluss p hatt sinnum yfirveldinu beta 0 hattur pluss beta 1 hattur sinnum x. En hægra megin þá bara eftir þessi stæða hér. Að lokum tökum við p hatt út fyrir sviga. Þá verður eftir innan í sviganum 1 pluss yfirveldinu beta 0 pluss beta 1 sinnum x. Deilum með þeirri stæðu beggja vegna og þá fáum við matið á líkunum. Að matið á líkunum yfirveldinu beta 0 pluss beta 1 sinnum x deilt með 1 pluss yfirveldinu beta 0 pluss beta 1 sinnum x. Og hér erum við búin að taka þetta saman. Ef við erum búin að meta tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkan, þá eru líkurnar á því að svarbreytan sé jákvæð, eða svona metum við líkurnar á því að svarbreytan sé jákvæð þegar gildi skýribreytunar x, einfaldlega með því að setja beta 0 pluss beta 1 sinnum þetta gildi á skýribreytunni sem við viljum meta líkurnar fyrir í veldið á E, reikna út þá stærð og taka þá stærð deilt með 1 pluss þeirri stærð. Það þá matið á líkunum. Skoðum dæmi. Að tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkan var metið til að kanna gagnlíkindahlutfallið á því að eiga maka fyrir hvert stig sem einstaklingi finnst skemmtilegri í stærðfræði. Útkoman var að beta 0 var 0,54 eða matið á henni og matið á beta 1 var 0,01. Hver eru þá líkurnar á því einstaklingi sem gefur stærðfræðinni 80 stig eigi maka? Og nú kannski gott fyrir ykkur í þetta smá pásu og reikna. En niðurstaðan er þessi að líkurnar eru að líkurnar á því að einstaklingur sem gefur stærðfræðinni 80 stig þá í veldinu matið á beta 0 pluss matið á beta 1 sinnum það gildi sem við viljum reikna fyrir, deilt með 1 pluss þeirri stærð. Beta 0 var 0,54, beta 1 var 0,01 og við viljum athuga hvað matið fyrir 80 stig. Þannig að það þessi stæða deilt með 1 pluss þessari sömu stæðu. Þessi stæða var 3,82 deilt með 1 pluss 3,82 sem 4,82 og útkomin 0,79. Þannig metum að líkurnar séu 0,79 eða 79%. Þetta þá síðasta myndbandi. Takk fyrir samfylgdina.